Jón Ágúst Eyjólfsson. Herru, næsti leikur, það Hamar, strákarnir Hveragerði. Heldur að mæti ískaldir, ekki framleitur í MSIs eða Kjurís eða eitthvað hérna í Hveragerði? Kjurís, allir Bjarni félag okkar sem nú meiddur, allir hann sjá ekki að redda þeim smá ís. Þannig að það verður eitthvað til á hliðalínu ef að þarf að grípa til að kæla menn niður. Það hlýtur að vera. En ef við reynum að vera svona alvöru getnir, hvernig leggst þetta í ykkur? Bara vel, við náttúrulega fengum frekar auðveldar leik hérna síðustu leik hjá okkur. Sem mættum Ármanni, þar áttu við góðan sóknarleik en vorum ekki nóg samfærið varnarlega, þeir skoruðu okkur 85 stig og það eitthvað sem við viljum bæta. Við viljum eiga góðan leik báðum megin við miðjuna. Við áttum góðan varnarleika móti Val, lélegan sóknarleik, svo komum við spilum móti Ármanni og eigum frábæran sóknarleik, hittum vel, áttum bolt að vinna en vörnin eitthvað klikkað og þá þurfum við bara að laga það og ríða okkur í gang fyrir leikina móti Hamri. Við vorum að stæra okkar af því einmitt fyrir ekkert svo lengu, ég og Benni, að Þór væri besta varnarlið og svo tæki á móti botnlið og fáið á okkur fleiri stig heldur en gerst hefur í vetur. Já, menn, ég veit ekki hvað það var, hvort að menn voru eitthvað værukærir eða hvað. Við vorum alltaf ekki að finna okkur varnarlega. Það bara eitthvað sem við þurfum að vinna í núna fyrir leikina móti Hamri og við viljum sýna öðrum liðum að við séum lið sem að þau þurfa að varast. Við erum búin að segja það, Benni búin að segja það og við erum alveg búin að taka undir það. Við stefnum á að fara upp og ef við ætlum upp þá þurfum við að vera gott sóknar og varnarlið. Hamar með skrugugott lið, þetta lið sem bara á sviparólu í deildinu og við. Já, ég meina Hamar spilaði til úrslit að komast upp í fyrra. Við spiluðum 3 hörkuleiki við á fyrra og þó svo tímabili fyrra hafa náttúrulega kannski ekki verið samanburðarhæft við hvað núna, en ég meina Hamar ekkert búin að missa neina menn, þeir eru bara búin að bæta við sig ef eitthvað komin Skitta og Grindavík hérna og fleiri. Það hugur í liðinu og má ekki búast við að séu allir kláru og mikil barátta að komast í hópinn. Jú, það alltaf, við erum alltaf tilbúnir og gerum okkar besta til að hjálpa liðinu, hvar sem það á vellinu, hvort sem það í vörn eða sókn eða hvort sem bara peppa menn upp eða hvað. Við verum klárir, við viljum sýna okkar rétta andlit í síðasta heimaleiknum fyrir jól. Það ekki eins og staðan í dag og búið að vera í vetur, þetta ekki bara fjári gott lúxusvandamál sem að Benni stendur fram í fyrir, að vera með svona stóran og öflugan hóp, það erfitt stundum að velja úr? Jó, ég myndi segja það. Þetta eitthvað sem allir þjálfarar hljóta dreyma að geta leyft sér að hafa svona úr þessum fjölda að velja. Ég held að Elli hefði ekkert grátið það í fyrra til dæmis. Þetta náttúrulega, ef við snúum sér líka við, þá má kannski segja að þetta sé sjálfskapa víti á Benna að vera með svona stóran hóp og koma sér í þá stöðu að þurfa að velja og það sé erfitt. Nei, við vitum allir okkar hlutverk innan hópsins. Það bara, sumir hafa það hlutverk að spila minna og vera þá bara til taks. Við tökum öllum hlutverkum fagnandi og við bara leggjum okkur meira fram fyrir liðið. Og tilbúinir að deyja fyrir klúbbinu svo sattir? Að sjálfsögðu. Gangi ykkur vel. Takk fyrir það.